aðeins þín. Ég þarfnast þín, ég þarfnast þín í dag. Ég þarfnast þín, ég þarfnast þín í dag. Ég þarfnast þín, ég þarfnast þín í dag. Ég lyfti hönd og beygi kjön, en til við aðeins þín. Ég þarfnast þín, ég þarfnast þín í dag. Ég þarfnast þín, ég þarfnast þín í dag. Ég þarfnast þín, ég þarfnast þín í dag. Ég lyfti hönd og beygi knén, en til við aðeins þín. Ég þarfnast þín, ég þarfnast þín í dag. Þetta er síðasta samkoma þessa árs og þegar maður fer yfir árið þá er það margt sem að rifjast upp. Og þegar við sungum þetta lag þá var það meðal annars vegna þess að rifjast upp í ferð sem að ég fór með vinum og vinum konuna minnar eiginlega í sumar. Og það fórum við á sunnudagsmorgni klukkan 8 að morgni á samkomu í Blökkukirkjunni í miðborg Los Angeles. Og við komum þarna labbandi inn svona 5 mínútur í 8 og þá tók þetta lag á móti okkur. Ég þarna, eða We Need You Lord, sunguður á ensku eðlilega. Og það var svo yndislegt að ganga inn og finna þessa bæn og þetta ákall og þessa yfirlýsingu að hver einasti dagur, hann er dagur þar sem við þurfum á Drottni að halda. Og þegar við missum það þá held ég að við höfum misst svo mikið af því sem að Guð hefur að gefa. Því að þegar við upplifum og finnum fyrir þessari þörf og byggjum að þá vitum við að Guð er bæði máttugur, viljugur og Guð mætir sérhverju þörf. Velkomin að samkomu Fíladelfíu í dag. Tema minnstakosti því sem að við syngjum hér hefur að gera með bæði frelsið og það sem að við eigum í Jesú Kristi og svo þessi bænum nærveru hans. Og við ætlum að rísa á fætur, ég bið ykkur að rísa á fætur og við ætlum að enda þetta ár eins og við byrjuðum árið með lofgjöf til Guðs og þessa yfirlýsingu alla eilífð. Þá ætlum við að lofa Drottinn Guð. Amen. Og þið ætlum að vera með okkur vonandi í dag að lofa og vegsama Guð. Alla eigin lofa ég minn Guð að líf og sál og heyra nafn hans í ljóði og söng. Allt böl og mæða burtu víkur kemur bænamál og ég fæ fundi blessun Drottins
Amen. Næsti kór fjallar að Jesús sá sem að getur flutt fjöllin og við höfum þurft á því að halda á þessu ári og við þurfum á því að halda á nýju ári og við syngjum það saman í Jesú nafni. Við höfum svo óendanlega mikið fyrir að þakka. Þetta hluti af nýju söngunum og mér þótti svo vænt Ég var að horfa á fréttir, á bandarísku fréttirnar og á aðfangadagskvöld sem kannski ekki þeirra stærsta kvöld, það jóladagur, en tvær af stærstu fréttastöðunum í Bandaríkjunum, CBS og ABC, voru með sem eina af stóru fréttunum þetta kvöld uppgang Hillsong kirkjunnar í New York. Báðar stöðvarnar. Langa pistla og löng viðtöl og syngdu frá því og voru að tala hvað það væri sem að gera það verkum að svona margir New York búar sem að koma úr öllum áttum. Þeir hópuðust í kirkju. Þeir bíða í mörg 100 metra löngum röðum til þess að komast
inn á samkomu. Það verður hér bráðum, það búið að undirbúa með þess að borgin búin að gera það með því að hafa, til dæmis alla vetur getum við beðið vegna þess að það er aukt allt hérna í kring. Það er búið að leggja hitaveitu í allar gangstéttir, svo það er verið að undirbúa raðirnar, svo fólk getur beðið með svo út í róleitum. Trúum við því? Amen. Allt samverkandi góð stendur einhvers staðar. Við viljum að syngja saman sálm og svo ætlar Helgi að koma hérna upp og lesa fyrir okkur Guðsorð og segja okkur aðeins af því sem að gerist bæði í lok árs og í byrjun næsta árs, og það er einn af gömlu sálmánum sem heitir Innan skams á ljóssins landi, og við syngjum hann saman af öllu hjarta, öllum huga, öllum mætti. Amen. Innan skams á ljóssins landi lít ég augliti frelsarans, særður vegna synda minna, sáran hvað hann þyrni kann. Þar í mildum morgun róða mun ég þegar ævin dvín, auðvitað hann sem megi skoða, eins og sól það blík mér skín. Hér við sjáum sem í þoku, síðar þegar dagur rís, og hvers sæll vinandi skoða, auðvitað hans í paradís. Þar í mildum morgun róða mun ég þegar ævin dvín, auðvitað hans sem megi skoða, eins og sól það blík mér skín. Ó, sú gleði í hans náðir, öll og neyð og mæða blín, sorgar vinti svarta hverfur, sólin þar í heiði skín. Þar í mildum morgun róða mun ég þegar ævin dvín, auðvitað hann sem megi skoða, eins og sól það blík mér skín. Jesús Kristur kemur aftur, konungstign hans mun ég sjá, og hans ástli ástarkraftur, oss til himna lyfti það. Þar í mildum morgun róða mun ég þegar ævin dvín, auðvitað hann sem megi skoða, eins og sól það blík mér skín. Þar í mildum morgun róða mun ég þegar ævin dvín, auðvitað hann sem megi skoða, eins og sól það blík mér skín. Amen. Yndislegt að eiga þá von að fá að vera með Drottni alla eilíð. Við ætlum að lesa vers sem nú kannski ekki alltaf tengt við jólin en tengjast þessu þema. Í Hebreabréfinu, 1. kafla, langum að lesa fyrstu versin og svo aðeins í öðrum kafla. Og þar segir í Jesú nafni: Guð talaði fyrrum oftsinnis og með mörgu móti til feðranna fyrir munn spámannanna, en nú í lok þessara daga hefur hann til okkar talað í syni sínum, sem hann setti erfingja allra hluta. Fyrir hann hefur hann líka heimana gert. Hann sem ljómi dýrðar hans og ímynd veru hans og ber allt með orði máttar síns, hreinsaði okkar af syndum okkar og settist til hægri handar hátigninni á hæðum. Svo í öðrum kafla, 17. versi: Því var það að hann í öllum greinum átti að vera líkur systkinum sínum, svo að hann yrði miskunnsamur og trúr æðstiprestur í þjónustu fyrir Guði,
og gæti friðþægt fyrir syndir líðsins. Sjálfur hefur hann þjáðst og hans verið freistað. Þess vegna hann fær að hjálpa þeim verða fyrir freistingu. Það minnir okkur á það að Guð varð maður. Að Jesús Kristur kom og dvaldi í þessum heimi, gerðist einn af okkur. Allt sem við upplifum, hann hefur upplifað það. Allt sem við reynum, hann hefur gengið gegnum það á undan okkur. Og það er gott að eiga þannig frelsara sem skilur, sem til staðar og sem veit hvað við upplifum. Og við ætlum að biðja saman og ef þið hafið bænarefni með þið gefa það til kynna með uppréttri hendi. Og ég veit að það eru örugglega mörg þakkarefni líka sem getum gefið til kynna og við felum þau saman í Drottins hendur. Og við skulum minnast kannski að biðja fyrir bæði það ferja sem logar núna á Miðjarðarhafinu, 480 farþegar borð, það var búið á 200 í burtu síðast þegar ég heyrði. En það þarf að biðja að þetta gangi vel og helst að þetta bjargist og eins farþegaþota sem verið að leita að í Asíu. Það er margt sem þarf að biðja fyrir. Það skulum fela þessa hluti í Drottins hendur. Heilagi Faðir, ég þakka þér fyrir að fáum að koma fram fyrir í dag í Jesú nafni. Þakka þér Drottinn minn fyrir yndislega nærveru þíns heilaga anda sem hér og þakka þér Jesús minn að þú ert hinn sami í dag og í gær, Drottinn minn, og þakka þér fyrir að í dag hjálpræðisdagur, í dag hagkvæm tíð og ég biði bara fyrir okkur öllum sem hér Drottinn, þú þekkir bænarefnin bak við upplyftar hendur, Drottinn, og þakkarefnin og Faðir, við biðum að þú grípir inn í Jesú nafni. Inn í öll bænarefni bak við upplyftar hendur, Drottinn minn. Faðir, það sem var verið að leggja fram einstaklinga sem þurfa að mæta þér, Faðir, við biðum að þú vitir þeirra og þú grípir inn í. Drottinn minn, þar sem eru sjúkdómar og þar sem eru líkamleg veikindi, Faðir, í Jesú nafni, þá biðum að þú grípir inn í, Drottinn, og þú endurreisir, þú reisir á fætur, Drottinn minn, og þú gerir þig dýrlega. Og ég þakka þér fyrir að þú ert enn þann dag í dag að lækna. Þú ert ennþá Guð sem gerir kraftaverk og vitnisburðirnir eru allt í kringum okkur. Og Drottinn, ég biði fyrir þeim sem eigum sárt að binda vegna fjárhagsörðugleika, Drottinn. Þakka fyrir þú grípur þar inn í, Faðir. Þakka fyrir þú mætir þörfum okkar og þakka fyrir þú gleymur okkur ekki og þú sleppur okkur aldrei, Drottinn minn. Og Faðir, og svo biði fyrir þeim sem eigum sárt að binda vegna erfiðleika í fjölskyldu eða samskiptum, Drottinn. Faðir, við biðum að þú grípir þar inn í. Komdu með þinn frið, komdu með þínar sættir og þína græðslu í Jesú nafni. Og svo lyftið upp, Drottinn minn, þessu neyðarástandi sem við höfum heyrt af, Drottinn, að Miðjarðarhafi, þar sem eldur logar í farþegaferju og fullt af fólki fast borð. Drottinn minn, í Jesú nafni. Ég biðum að þú grípir þarna inn í, Drottinn. Ég biði heilagi Faðir minn að eldurinn slökkni, Drottinn, og ég biðum að allir eigi greiða leið af þessu skipi, Drottinn minn. Heilagi Faðir, við biðum bara miskunn þína, við biðum að bjóður út engla þína, Drottinn minn, að fara og bara haldi þinni verndarhendi þarna yfir. Og eins biðum við fyrir þessari týndu farþegaþotu, Drottinn minn. Faðir minn, ef einhverjir hafa komist lífs af, Drottinn, þá biðum að þú varveitir líf þeirra, Drottinn, að þeir finnist og þeir komist öruggir heim. Í Jesú nafni, heilagi Faðir. Og þannig felum við okkur sjálf líka í þínar hendur, Drottinn. Við felum landið okkar, við felum ríkisstjórn og ráðamenn, auðlindir Íslands, Drottinn, og alla okkar framtíð. Megirðu blessa þetta land, Drottinn, megi verndarhendi þín vera hér yfir og blessun þín í öllum okkar málum. Við felum okkur þér og þessa stund í Jesú nafni. Amen. Amen. Og það er gott að biðja og gott að biðja fyrir landun okkar og ágætt að minna á það að fyrstu heilu vikuna í janúar þá bænavika hérna í kirkjunni. Við byrjum mánudaginn 5. janúar og verðum hvert einasta kvöld alla þá viku og ég trúi þess að bænavikur skiptir miklu máli og það er oft sem að Guð tala til okkar fyrir komandi ár á þessum bænavikum, bæði fyrir okkur persónlega og fyrir kirkjuna. Og það er mjög mikilvægt og það er rosalega gott að byrja árið á því að biðja. Og ég mæli með því að fólk, ef þið var aldrei prófað að taka tíma og fasta, prófaðu það í janúar. Það er örugglega inni eftir jólin að taka smá tíma og ekki borða. Það er svona ágætis viðsnúningur. Og ég mæli með því, taka janúar sem bænamánuð og biðja. Og sérstaklega þessi fyrsta heila vika frá mánudegi til laugardags að koma og vera með. Það var ekki alveg búið að fastnegla tíman, þetta á að vera svipun tíma okkur einasta degi, en mæli með því. Og svo þetta samkoma hér á nýársdag klukkan 4:30 og svo veit ég á gamlárskvöld eftir miðnætti, oft það 1:30 eða 2, þá verða úlingarnir með eitthvað skrall fyrir úlinga. Þannig að úlingar farið á Facebook, þetta örugglega þar, upplýsingar tíma. Ég veit að það verður allan eitthvað, þau eru að búið til áramótaskaup, það verður eitthvað stund. Og annars þá bara það, eftir nýársdag þá hef ég samkoman aftur klukkan 11. Síðasta samkoman klukkan 4:30 núna á nýársdag. Amen. Og við ætlum að taka fólk og þetta síðasta fólk þess árs og til starfsins, þannig að við fáum tækifæri til þess
gera núna upp fyrir það sem við ætluðum að gera en gerðum ekki allt árið. Takk fyrir að vera með og takk fyrir að vera virkir þáttakendur í starfinu með gjöfum og með bæn og með allir þeirri blessun sem að þið hefur veitt inn í starfið. Og á meðan við tökum fórnina, þá ætlum við að syngja annan sálm og þetta er sálmur sem að Guy Penrod endurvakti minnstakosti hjá mér og ég hef kynnt hann í nokkuð skipti og hann fjallar svolítið það að standa og horfa yfir liðin veg og sjá hvað Guð hefur sannarlega gert margt og mikið í lífi okkar, bæði í smáum og stórum táknum sem við sjáum þegar við lítum tilbaka og það gerum við gjarnan þegar líður að árslokum. Og sálmurinn heitir þú ráðlaus skjældur hrekst lífsins af, teldu þá náðarverk Guðs og teldu þau satt og rétt. Þú ráðlaus skjældur hrekst lífsins af, hræðist að fari þá og þá í kaf. Tel þá náðarverk Guðs, tel þau satt og rétt. Trú þín mun þá undrast hvað þau standa þér. Tel þau saman tákn Guðs stór og vörn. Tel þau þú sérð á vegi björn. Tel þau marg og teldu stórt og smá. Trú þín vex þú sér hvað stóran Guð þú á. Sorgin þinn ýsti svellur hugurinn, sýnist allt og þungur vera krossinn þinn. Tel þá náðarverk Guðs, tel þau daginn þann. Trú þín innan skamst á lofa frelsara. Tel þau saman tákn Guðs stór og vörn. Tel þau þú sérð á vegi björn. Tel þau marg og teldu stórt og smá. Trú þín vex þú sér hvað stóran Guð þú á. Skugginn jafnt og kemur skugginn ella fer. Skjól á veika barni drottinn Guð hjá þér. Teldu náðarverk Guðs, treystu Guði og til sími sala ertu komin senn. Tel þau saman tákn Guðs stór og vörn. Tel þau þú sérð á vegi björn. Tel þau marg og teldu stórt og smá. Trú þín vex þú sér hvað stóran Guð þú á. Teldu saman tákn Guðs stór og vörn. Tel þau þú sérð á vegi björn. Tel þau marg og teldu stórt og smá. Trú þín vex þú sér hvað stóran Guð þú á. Og þá ætlar Signý að koma og það er skýrt í lok ársins. Það er gott að geta lokið árinu með því að gera þennan sáttmála við Guð og nú ætlar Signý að skýra og Helgi ætlar að halda utan skýrnarathöfnina, gjörðu svo vel. Amen. Þetta er hún Viktoría, hún ætlar að grafa gamla manninn og grafa gamla árið í leiðinni og við spyrjum oft fólk áður en það gengur í gítarinu, hvers vegna viltu taka þetta skref? Ég vil bara lifa með Jesú og ég vil lifa undir Guðs náð og ég vil lifa í ljósi Jesú og Guðs og ég vil lifa í þessum kærleika og þeirri náð sem að Guð getur gefið mér og sem ég get hvergi annars staðar fundið. Amen. Og ég vona að ég geti orðið hans verkfæri í ríki Guðs hér á jörðu. Bara yndislegt. Og það er ekkert betra þá en að taka skrefið og bara fylgja Jesú gegnum vötn skírnarinnar. Þannig að við ætlum að ganga til Laugar og
Samkvæmt skýruboði Drottins, þinni eigin trú og játningu, þá skýri ég þig til nafn Jesú Krist, í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Amen. Ég vil fylgja frelsaranum Jesú, hæða til þú sem vil honum fylgja hér. Ég vil fylgja frelsaranum Jesú, hvert sem handast leiðir honum fylgja vel. Heilagi Faðir, ég þakka þér Drottin fyrir þennan dag sem að þú hefur gefið okkur Jesús. Þakka þér fyrir líf Viktoríu Drottin. Þakka þér Jesús minn að þú hefur frelsað hana, þú hefur leyst hana Drottin minn. Þakka þér Jesús minn að þú komst í þennan heim til þess að leita hennum týnda og frelsa það Drottin. Og þakka þér Jesús minn að við erum kölluð til að vera eftirbreytendur þínir Drottin. Þakka þér Jesús minn að við fáum að þjóna þér, að við fáum að fylgja þér Drottin. Og ég þakka þér fyrir þennan dag Drottin minn. Þakka þér Jesús minn að þú bætir í þína hjörð Drottin minn, í þína Guðsbarna hjörð. Og ég lofa þig og ég vexa með þig Drottin minn. Og ég byrjum að venda þess að trúsystur okkar Drottin minn. Viltu vera með henni Drottin minn og ég byrjum að gæta hennar á öllum vegum hennar Drottin minn og ég byrð þess að þú mig gefi henni og ég veit að þú gefur henni vonaríka framtíð. Í Jesú nafni. Amen. Áður en Aron kemur hérna upp og gefur okkur Guðsorð í dag, þá ætlum við að syngja áfram svolítið af lofgjörðar lögum, lofa Drottin saman. Þið mig bæði standa og sitja. Þið ráðið því, en þið mig ekki vera ekki með. Að taka þátt að vera með í lofgjörðunni svona lykillinn af því að ganga fram fyrir auglið Drottins og undirbúa það sem að Guð hefur að gefa okkur. Drottin, þú ert mér ætíð nær, aldrei þú breytist Guð minn kær. Alltaf þú ert eins í dag sem í gær og alla tíð. Lofar þín trúföst veist ég á, tryggir mín framtíð Guð þér hjá. Öruggt bjarg, alvaldi Guð, ég elska þig. Raunin lífsins reyna á, ríka hjálp mun ég fá þér hjá. Og ég veit þú munt aldrei bregðast stormar lífsins steðja að, styrktu mig svo ég standist það. Góði hirðir, ég get mig falið þér. Jafnvel dag sem dimma nótt, verið mig hjá mér svo mér er ótt.
drottinn þú ert mér. Drottinn þú ert mér ætíð nær, aldrei þú breytist Guð minn kær. Alltaf þú ert eins í dag sem í gær og alla tíð. Loforð þín trúföst reist ég á, trygg mín framtíð Guð hjá. Öruggan bjarg, alvaldi Guð, ég elska þig. Drag mig nær þér, ætíð geymdu mig. Ég gef þér allt sem gætt mér, þinn vinur vil ég vera þér. Undir mig þú ert drottinn minn. Þú einn ert Jesús upprisinn, og til þína og ást ég full. Vísa mér þín veg, gaf mig nær þér Guð. Drottinn minn, þú einn ert Jesús upprisinn, og til þína og ást ég full. Vísa mér þín veg, drag mig nær þér Guð.
sem mitt hjarta þráir, þú ert mér allt og vertu nærri mér. Minn Jesús, drottinn Jesús, enginn annar sem þú. Lífið mitt var, lofa ég þig, undursamleg ást þín Þú huggar, þú verndar, líf og vörn mín þú Longað til þín, streymir frá mér, meðan endist ævi mín. Hrópaðu drottins þú veröldin víð, blessaði drottinn hann konungur hinn háreistur fjöll og haföldur sjóvar eru lofgjörð til þín. Hrópa af gleði er ég horfi á þín veg, ást þín er mikil, þú reistir mig upp. Ekkert er betra en trúfesti þín við mig. Minn Jesús, drottinn Jesús, enginn annar sem þú. Lífið mitt allt, lofa ég þig, undursamleg ást þín Þú huggar, þú verndar, líf og vörn mín þú Longað til þín, streymir frá þér, meðan endist ævi mín. Hrópaðu drottins þú veröldin víð, blessaði drottinn hann konungur hinn háreistur fjöll og haföldur sjóvar eru lofgjörð til þín. Hrópa af gleði er ég horfi á þín veg, ást þín er mikil, þú reistir mig upp. Ekkert er betra en trúfesti þín. Ekkert er betra en trúfesti þín. Ekkert er betra en trúfesti þín við mig. Amen. Aron, gjörðu svo vel. Amen. Ekkert betri trúfesti þín við mig. Það er algjörlega svoleiðis. Mikið gaman að vera með ykkur og fyrir þau ykkar sem ég er ekki búin að óska gleðilega hátíð þá ger ég hér með gleðilega hátíð.
Ég treysti því að þið séu búin að hafa yndislegan tíma jólin og ég hlakka til að eyða tíma með ykkur á nýju ári og ég hlakka til þess að við saman sjáum kirkjuna vaksa og stækka og byggjast upp og ganga inn í allt það sem að Guð hefur fyrir okkur hverjum tíma. Er það ekki það sem við viljum sjá? Verið Guðs vilja. Tíminn milli jóla og nýjárs er svona tími þar sem að ég tek stöðuna á lífinu. Það gerir svolítið ósjálfrátt að ég fer að skoða markmiðin sem ég setti mér fyrir síðasta ár og fer að huga að markmiðum næsta árs. Og ég var einmitt að skoða, ég geri það alltaf að gera ég svona ákveðin markmið fyrir árið, skrifa þau niður og kíkja reglulega á þau. Ég var að kíkja á markmiðin mín áðan og ég er búinn að ná þeim flestum. Ég reyndar ekki komið sixpackir en þá, en það færist bara yfir á næsta ár. En það er svona, þú veist, þetta er alltaf komið. Það er gott að vera meðvitaður líf manns. Hvernig maður lifir lífinu og hvert maður vill stefna, hvert maður vill fara. Og þetta er góð tími til þess að skoða gildin okkar og í dag langar mér svolítið að tala gildi sem að ég held að skipta okkur mjög miklu máli. Það skipta okkur mjög miklu máli í því hvernig við lifum líf okkar og hvernig líf okkar er. Þannig að líf okkar sé þannig að það skili sem mestu. Í predikarunum 4. kafla, versi 6 stendur: Betri er hnefafylli af ró en báðar hendur fullar af striti og eftirsókn eftir vindi. Betri er hnefafylli af ró en báðar hendur fullar af striti og eftirsókn eftir vindi. Í okkar menningu þá þykir það dygð að vera alveg rosalega upptekinn. Og yfirleitt ef maður hittir einhvern og heilsar einhverjum sem maður ekki búin að sjá lengi og sennilega algengasta svari sem maður fær þegar maður segir bless, það er gaman að segja, hvernig hefur það? Já, bara brjálað að gera, þú veist. Og það er svo eins og það sé bara hið rétta svar, fínt að bara brjálað að gera. Og þá segir maður, já, flott, gott að hafa nú að gera, þú veist, og við erum bara svona sammála þetta að þetta sé rétta leiðin til þess að lifa lífinu, að hafa brjálað að gera. Það er rétta leiðin. Höfum bara nógu brjálað að gera og þá hljótum við að vera að gera eitthvað rétt. Heyrið nokkuð tímann einhvern segja þegar ég spurði þessar spurningar, hvernig hefur það? Já, bara rosa fínt, bara ég er mjög rólegur, það er bara eiginlega ekkert að gera hjá mér og ég bara reyni að takmarka hvað ég geri og gera eins lítið og ég kemst af með. Bara svona eyði tíma með Guði og svona. Hversu oft heyrum við þetta svar? Ekki oft. Það gerist ekki oft. Er það besta sem við gerum að hafa brjálað að gera? Er það eftirsóknarverð leið til þess að lifa lífinu? Getur verið að stundum séum við, ég og þú, að hlaupa eftir vindi. Í eftirsókn eftir vindi. Hlutum sem að raunverulega gefa okkur ekki mikið, kannski ekki neitt, en við erum alveg samfórað að við þurfum á að halda. Í rauninni fer þetta svolítið eftir því hvað við erum að gera. Hvort við séum að gera góða hluti eða Guðs hluti. Og það er mikill munur á því. Við getum gert alls konar góða hluti. Fyrst svona jákvæða hluti og jafnvel svona fjárhagslega góða og svoleiðis. En það er ekki endilega Guðs hlutur. Það er ekki endilega Guðs áætlun með líf okkar. Þeir góðu hlutir sem við erum að gera. Við þurfum stöðulega að vera að skoða þá hluti sem við erum að gera og athuga hvort þetta séu góðir hlutir eða Guðs hlutir. Hvort þetta sé hluti eða Guðs áætlun með líf okkar. Í Jóhannes 18:3 stendur: En það er hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir Jesú Krist. Á Selfossi, þar sem ég er forstöðumaður líka, þar erum við rosalega meðvituð og við tókum ákvörðun bara fyrir nokkrum árum síðan að vera ekki með of mikið af hlutum í gangi. Við viljum gera fáa hluti og við viljum gera fáa hluti mjög vel, frekar en marga hluti illa. Við viljum gera rétta hlutina. Við höfum nefnilega upplifað tímabil í kirkjunni þar
sem við vorum að gera alveg rosalega mikið af hlutum. Það var allt í gangi. En við gerðum eiginlega ekkert almennilega. Vegna þess að við vorum að gera svo mikið og við vorum svo upptökin að gera góða hluti að það var að gera okkur algjörlega úrvinda. Við vorum algjörlega búin á því. Og þegar svoleiðis að þá held ég að við séum að missa aðeins augun af tilgangnum, af því sem Guð vill að við séum að gerum. Við þurfum að vera næm á það sem Guð að segja okkur að gera. Vegna þess að ef Guð leiður okkur í eitthvað, að þá virkar það. Ef við gerum hluti af því að það eru góð hugmynd, að þá ekkert endilega sjálfgefið að það virki. Og sem einstaklingur þarf ég mjög reglulega að neita mér alls konar hluti og tækifæri sem að koma upp í hendina á mér, sem að virka mjög sniðugir og virka mjög skemmtilegir. Ég þarf reglulega að vísa frá mér mjög góðum fjárhagslegum tækifærum til þess að gera eitthvað mjög sniðugt sem væri mjög arðbært. En þegar ég horfi á það, að þá það bara ekki það sem ég á að vera að gera. Þá á ég bara að vera að gera aðra hluti. Og maður þarf, og við sem einstaklingar, við þurfum að horfa blákalt á hlutina. Og segjum, þetta góður hlutur eða þetta Guðs hlutur? Þetta það sem Guð vill að ég sé að gera? Og vera bara hörða á því að skipta þar á milli og bara deila þar á milli og sleppa því. Við erum óhrædd við að sleppa góðum tækifærum ef þau ekki það sem við eigum að vera að gera. Heyri ég amen við þessu? Það rosalega frelsandi þegar maður þarf ekki að hlaupa eftir öllu, þegar maður þarf ekki að eignast allt, þegar maður þarf ekki að hafa þetta allt saman, heldur maður getur verið með ró í lífi sínu. Meðvitund það að maður sé að gera það sem maður á að vera að gera. Og þetta liggur svolítið þungt á hjarta mínu. Vegna þess að þetta rosalegt issue hjá okkur Íslendingum og hjá mér. Ég þarf stöðugt að berjast við þetta, að vera ekki of upptekinn. Að hafa tíma fyrir það sem ég á að vera að gera. Og taka ekki hluti inn í líf mitt sem að taka mig frá því sem ég á að vera að gera sem fjölskyldumaður, sem faðir, sem eiginmaður og sem forstöðumaður í kirkju. Ég þarf bara stanslaust að vera að skera niður og taka burtu þá hluti sem ég á ekki að gera og hafna hlutum. Og ég hugsa stundum hvernig líf okkar hefur breyst rosalega mikið á fáum árum og þið sem eru aðeins eldri en ég, þið þekki þetta betur, en meiri segja, 33 ára gamall, þá hef ég upplifað gríðarlega breytingar. Tölvur og símar, sjónvarp, bílar, það voru reyndar bílar þegar ég fæddist, það var alveg komið. Og allt þetta hefur orðið til þess að hraðinn eykst. Það er alltaf svo meira og meira sem tekur athygli okkar. Ekki slæmir hlutir og allt hlutir sem við notum, en stundum notum við það bara aðeins svo mikið og gerum aðeins of mikið. Og við setjum tíma í hluti sem að gefa okkur sáralítið, jafnvel ekki neitt. Hafliði talaði svona í predikun, ég held að vera á Selfossi. Og eitt af því sem hann sagði í þessari predikun er alltaf setjað í mér, mörgum árum seinna. Og það var svona að þegar okkur langar að eignast einhvern hlut, hvað sem það bara sjónvarpir of klassískt, þannig við skulum bara segja nýja hrærivél. Rándýra flotta hrærivél. Að það var rosalega gott að setjast niður og reikna ekki bara hvað hún kostar, heldur hversu mikið af tímanum okkar fer í að vinna fyrir þessum hlut. Vinna fyrir hrærivélinni. Tíma sem við getum kannski annars notað í eitthvað annað. Annarkvort að þjóna Guði eða sinna fjölskyldinu. Og þegar við erum búin að taka saman tímafjöldan, búin að reikna inn í skattin og allt þetta, þegar það bara liggur fyrir, þá gott að spyrja sig þessar spurningar. Hvort langar mig meira í þennan tíma í að gera eitthvað gáfulegt eða hlutin? Hvort skiptir meira máli? Var þetta ekki eitthvað neginn svona? Ég held það. Og allavega satt þetta þannig í mér. Og þetta er óbóðslega góð leið til þess að greina milli hvað það sem skiptir málum í lífi okkar. Höfum tíma til að vera með fólki. Höfum tíma til að vera með fjölskyldunni. Gleðjustu yfir því þegar vinur bankar upp á og vill kíkja í kaffi. Eða það truflun?
hann að trufla lífið okkar með því að banka upp á? Gleðjumst við yfir því þegar okkur býðist að taka þátt í verkefnum í kirkjunni til þess að þjóna Guði? Eða er það truflun í lífinu okkar? Gleðjumst við yfir óvæntum og skemmtilegum verkefnum eins og koma á vinnuhelgar í skálunum í janúar og febrúar? Eða er það truflun í lífið okkar? Skoðum þetta hjá okkur. Höfum við eitthvað sveigjanleika í lífinu? Ef eitthvað kemur upp á sem við reiknum ekki með, höfum við tíma eða setur það allt úr skorðum í lífi okkar? Betra er hnefafylli af ró. Það er betra að hafa tíma. Og það skiptir mér svo miklu máli að við lifum lífi, að við lifum Guðs lífi en ekki bara góða lífinu. Og mér langar að hvetja þig til þess að opna hug þinn og hjarta þitt fyrir því sem er best. Guðs hlutskipti fyrir lífið þitt. Hvað er það sem Guð vill að þú gerir? Ertu að gera það sem ertu að gangi þeirra áætlun sem Guð hefur með lífið þitt? Og þetta er svo gott tækifæri, það er að koma nýtt ár, þetta er svona ákveðið upphaf og allt það, að skoða, ætla ég að hafa líf mitt áfram eins á næsta ári eins og það var á síðast ári? Er ég sáttur við hlutskipti mitt? Er ég bara að lifa góða lífinu? Eða er ég að lifa í þeirri áætlun sem að Guð hefur fyrir mig lífið mitt? Og stundum erum við svo duglega að safna hlutum, við grípum hluti og við erum með svo fullar hendur af hlutum að þegar kemur að því að einhver vill taka í hendina okkur og heilsa okkur, þá bara, því miður, ég er bara með fullar hendur. Sjáumst bara, við höfum ekki tíma til þess að heilsa fólki. Óviðandi reyndar að hafa biblíuna í hendinni þegar ég tekið þetta dæmi, en gefum okkur tíma, búum til svigrúm í líf okkar til þess að vera til staðar fyrir fólk og vera til staðar fyrir Guð og vera til staðar fyrir kirkjuna. Og mér langar að biðja til þess að opna fyrir þeirri hugmynd, þeir möguleika að gefa Guði meira tíma einum. Það gæti þýtt að þú slekkur á sjónvarpinu eða bara kveikir sjaldnar á því. Horfir á færri seríur. Seríur eru skelfilegur hlutur. Þið veitir hvað er það, svona sjónvarpseríur. Fólk eyðir ofboðslegum tíma í sjónvarpseríur. Þetta er ekki eins og að horfa á kvikmynd. Fólk horfir á kvikmynd og hún klárast eftir 1,5 tíma. Serían, hún tekur marga daga. Og fólk getur ekki hægt að horfa fyrir hún er búin. Og þá kemur framhaldsserían af þeirri seríu. Og fólk er að eyða vikum á ári í að horfa á seríur sem að skilja ekkert eftir. Þetta er góð afþreying, þetta er gaman og ekki miskilja mig. En líf okkur má ekki snúast seríur. Bara kennsluseríur í Fíladelfíu, en ekki, ekki bíó, eitthvað svona þáttaseríur. Við erum ekki alveg á móti þeim, en það er bara að geta tekið líf okkar. Og við getum verið föst í einhverjum seríum sem oft erum bara eitthvað fáránlegt rugl. Og við afsökum það með því að þetta kennir okkur örugglega ýmislegt í lífi, það gerir það ekki. Við erum bara tómari heldur en þegar við fórum á stað. Við þurfum að velja og hafna. Og ég trúi því að hvert og einhver hafi köllun, leið sem Guð hefur fyrir okkur til þess að nota þá hæfileika sem hann hefur sett inn í líf okkar. Og við þurfum að hlaupa á eftir þessari köllun. Við þurfum að hlaupa á eftir því sem að Guð hefur fyrir líf okkar. Við getum aldrei unnið okkur inn neitt hjá Guði. Allt sem við fáum frá Guði er frítt. Hann gefur okkur það. En hann vill að við notum það sem hann hefur gefið okkur. Í Sálmi 84, versi 11 stendur: því að einn dagur í forgörðum þínum er betri en, munið hvað margir aðrir, en 1000 aðrir, rosalegri þeilaðakur. Því að einn dagur í forgörðum þínum er betri en 1000 aðrir. Heldur vildi ég standa við þröskuldun í húsi Guðs míns en að dvelja í tjöldum óguðlegra. Dagur með Guði er þegar við bara lifum í þessu samfélagi við Guð. Þá er ég ekki að meina að við séum á hnjánum allan daginn. Heldur bara við erum að tala um Guði gegnum daginn og við erum upptekin af honum. Og þegar við erum upptekin af Guði, að þá þegar við eyðum tíma með fólki, þegar við sitjum á kaffestofunni í vinnunni, þá einhvern veginn
förum við líka láta okkur þykja vænt fólk og samræðunar oft farin á andleg málefni og við lifum þessu svona sigrandi góða lífi með Guði þegar við eigum tíma með Guði. En það gerist bara þegar við eigum tíma með Guði. Þegar við eigum daga með Guði. Þar sem Guð fær fyrsta sætið. Þar sem að við eigum ekki öllum frítímanum að horfa á seríur eða eitthvað annað. Vinur, við þurfum að gefa Guði tíma. Við vöxum ekki andlega á sjálfum sér. Við þurfum að setja Guð í forgang í lífum okkar. Þetta er svolítið eins og útvarp. Þið vitið að það eru fullt af hljóði í gangi hérna inni. Útvarpsbylgjur sem streyma inn í gegn. Það eru bara á tíðni þannig við heyrum það ekki. Þetta er ekki tíðni sem að manns eyrað nemur. En ef við hefðum útvarp sem að gæti gripið þessa tíðni og kveikt á því og stillt inn á rétta tíðni, þá myndum við heyra hljóð, það ekki? Þá myndum við heyra hérna í gufunni eða einhverju svona, að lindinni, sjálfsögðu lindinni. En ef við erum ekki með kveikt á útvarpinu, þá heyrum við ekki neitt. Það heyrist ekki neitt. Og það er sama með Guð. Guð vil alltaf vera að tala til okkar. Hann er stöðugt að reyna að ná sambandi við okkur. Og ég meina það, hann vil tala við okkur. Hann vil tala inn í líf okkar. Hann vil koma með skilaboð, hann vil koma með leiðbeiningar. Hann vil, gefa okkur það besta. Hann vil tengja okkur nýju fólki. Hann vil leiða okkur sinn veg, kynna okkur fyrir sinna áætlun. En við bara kveikjum aldrei í útvarpinu og við stillum ekki inn á tíðnina. Þannig að það sem hann er að reyna að segja við okkur, það kemst ekki til skila. Það kemst bara til skila þegar við gefum okkur tíma og stillum okkur af. Og segir Drottinn, tala þú við mig. Hér er ég og ég vil hlusta á það sem þú segir. Þegar við róum okkur niður. Betri er hnefafylli af ró. Þegar við róum okkur niður og sleppum og minnkum áreitið og leyfum Guði að tala til okkar. Kaupum okkur aðeins minna dóti og minnkum yfirvinnuna og gefum tíma fyrir Guð, fyrir fjölskylduna og þá hluti sem að skipta svo miklu máli. Í Lúkas 10. kafli er ótrúlega magnaður kafli. Það er svo mikið sem gerist í þessum kafla. Og ég ætla að enda á þessu. Í versi 2 stendur uppskeran mikil en verkamennir fáir, biðjið því Herra uppskerunar að senda verkamenn til uppskeru sinnar. Og hann sendir lærisveinana út og hann segir ekki treysta á neitt nema mig. Ekki taka neitt með ykkur, ég sé ykkur. Farið bara og ég mun leiða ykkur áfram. Síðan í 25. versinu kemur lögvitringur í sama kafla, þetta er ennþá í 10. kaflanum. Stígur fram og vildi freista hans og mælti meistari hvað ég að gera til þess að öðlast eilíft líf. Jesús sagði við hann, hvað er ritað í lögmálinu, hvernig lest þú? Hann svaraði, elska skaltu Drottinn Guð þinn af öllu hjarta, þínu allri sálu þinni, allri mætti þínum, öllum huga þínum og náunga þinn eins og sjálfa þig. Jesús sagði við hann, þú svaraði rétt, gjörðu þetta og þú mátt lifa. Þetta er það mikilvægasta. Elska skaltu Drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu. Síðan strax svo eftir segir hann sögun af miskunnsama samverjónum. Hvernig var miskunnsami samverjum var til staðar. Síðan gerist það í lok kaflans, og þetta finnst mér svo merkilegt, að hann er heima hjá Mörtu og Maríu. Og hann þarna er búin að vera að segja söguna hvernig hann er að senda það út til þess að þjóna og gera hluti. Fara og gera hluti. Þjóna Guði. Og hann segir söguna miskunn sem að samverunum sem að þjónaði fólki. Síðan talar hann hvernig við að elska Drottinn af öllu hjarta. En síðan kemur þetta atvik með Maríu og Mörtu. Þar sem að María situr við fætur Jesú og hlustar á það sem Jesús er að segja. En Marta er á fullu að þjóna og hún er þessi þjónandi týpa eins og við mörg inni erum líklega. Og
Og það stendur frá versi 40, en Marta lagði allan huga að veita sem mesta þjónustu. Hún gekk til hans og mælti, Herra, hirðir ekki það, að systir mín lætur mig einum að þjóna gestum. Segðu henni að hjálpa mér. En drottinn svaraði henni, Marta, Marta, þú ert áhyggjufull og mæðist í mörgu. En eitt nauðsynlegt, María valdi góða hlutskiptið. Það verður ekki frá henni tekið. Og það hljómar næstu henni eins og andstæður. Þannig hann að senda fólk út að þjóna og hann að segja við að þjóna náunganum en síðan valdi hún góða hlutskiptið. Það ger ekki neitt, bara hlusta. Hún María. Og ég held að það sem hann að reyna að segja okkur það, að við eigum að vera þjónandi fólk. En þjónustan okkar, allt sem við gerum, verður að byrja þar sem María var. Hvar var hún? Hún var við fætur Jesú. Við þurfum að eiga samband við Jesú. Við þurfum að hafa nefafylli af ró. Þar sem við tökum okkur tíma með Guði og út frá því, út frá samfélaginu við hann, þá getum við þjónað honum. Og þá eru þjónustan okkar miklu öflugri. Heldur en við þurfum að reyna að þjóna í eigin mætti og þegar við vöknum á mótnana og þú veist, ætlum að gera sigra heiminn, heldur þurfum við að gefum okkur tíma með Guði. Leyfum honum að fylla á lífið okkar og í þeim krafti förum við að þjónum honum. Þjónum til annars fólks og erum blessun fyrir hann. Betri er hnefafyllar ró en báðar fendur fullar af striti og eftirsókn eftir vindi. Þið sammála þessu? Skoðum líf okkar. Sjáum hvar við stöndum þarna. Er vindur sem við erum að hlaupa eftir í einhverjum stöðum í líf okkar? Eða erum við með leitast eftir því sem Guð sér. Mattheus 33:31 stendur, segið því ekki áhyggjufullir hvað eigum við að eta, hvað eigum við að drekka, hverju eigum við að klæðast. Allt þetta stunda heiðingjarnir og yðar himneski faðir veit að þér þarfnist alls þessa. En leitið fyrst ríkis hans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður og auki. Hafið ekki áhyggjur á morgundeginum. Morgundagur mun hafa sínar áhyggjur, hverjum degi nægir sín þjáning. Drottinn er með okkur. Við þurfum ekki af áhyggjur, við þurfum bara að fela líf okkar í hans hendur og hann mun vel fyrir sjá. Hann mun vel fyrir sjá þér og þér og þér og þér og öllum hér inni þegar við gefum honum líf okkar og gefum honum tíma til þess að vinna í okkur. Biðum saman. Drottinn, ég þakka þér fyrir að þú kallar okkur til þess að lifa lífi í samfélagi við þig. Og þú kallar okkur til þess að vera dugleg, til þess að þjóna og til þess að vera til staðar fyrir fólki í líf okkar, en fyrst og fremst kallar okkur til samfélags við þig. Og viltu hjálpa okkur að einfalda líf okkar? Viltu hjálpa okkur að taka út þá hluti í líf okkar sem að orsaka streitu, sem orsaka það að við erum að hlaupa eftir hlutin sem að við höfum enga þörf fyrir og veit okkur ekki neitt. Hjálpa okkur að hafa líf okkar á þeim stað sem þú vilt að það sé. Þannig við fáum að upplifa tilgang á hverjum degi. Við fáum að upplifa lífsfyllingu á hverjum degi. Vegna þess að við vitum að við erum að gera það sem er þitt. Ekki bara góða hluti, heldur Guðs hluti. Og hjálpa okkur, sýndu okkur Drottinn minn, þá hluti sem að þú vilt að við séum að gera. Gefðu okkur skýrleika, þannig við fáum að sjá þá köllun sem þú hefur lagt inn í líf okkar. Og hjálpa okkur að vaksa og ganga fram í því. Að vaksa fram í því sem að þú hefur fyrir líf okkar. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Bjóðu lofgjörun að koma hérna upp og við ætlum að enda samkomuna núna á því að syngja saman og mér langar að bjóða ef þú ert hérna inni og þú þarft fyrirbæn, þú vilt fá fyrirbæn yfir kannski einhver sem ég verið að tala lífið þetta eru bara einfallega flókið, þú veist ekki hvað þú ert að byrja. Það langar okkur að byrja með þér. En ef þú ert hér inni og þú átt ekki þetta líf með Jesú Kristi, þú þráir að eignast frið og gjöf Guðsinn í lífið þitt, að þá er tækifæri í dag til þess að taka á móti honum. Hann elskar þig, hann er hér fyrir þig og hann vil gefa þér nýtt líf með sér. Þannig ef þú ert hér þá getur þú komið hérna til hliðar og við biðjum með þér. Amen. Lagið sem við að syngja byrjar á þessum orðum: Guð ég kem, krýp hjá þér enn á ný og gefst þér á vald, fyndu mig, færðu mig nær þér Guð. Þú ert mín þrá og yfirskrift lafsins er þetta: nú ég gefst þér. Við ekki að rísa á fætur og syngja þetta saman. Eitt af nýju lögunum sem við höfum verið að kynna
núna á þessu ári sem að er að enda.
það svo sem alveg nægur tími þess sem eftir lífið þessa ás. Það eru nokkri dagar eftir til þess að bæta á, til þess að gefa Guði þau tækifæri sem við þurfum að halda í lok þessa ás. Svo kemur nýtt ár og nýtt ár byrjar bara á miðnætti. Það kemur, klukkan verður 12 og svo byrjar nýr dagur, og fyrir suma eru þessi tímaskipti stór viðburður í augum annara. Þetta bara enn einn nýr dagur að byrja. Hvernig svo sem þú lítur á þetta, líttu á hvern nýjan dag sem tækifæri til þess að leyfa Guði, til þess að leyfa Guði að leiða, til að blessa, til þess að styrkja og til þess að efla. Ég hlustaði í morgun á útvarpsmessuna, þar talaði Helgi Gunnarsson, hann talaði frið, og nú talar Aron ró. Það mikil friðsemd og ró yfir þeim bræðrum í dag, og mikið vildi ég óska þess að það væru ríkjandi aðstæður í lífi flestra, en við vitum að það alls ekki staðan. En það bænin, það það sem að Guð talar inn í líf okkar allra, friður sem æðri öllum skilningi, vitnaði Helgi í morgun. Og síðan þessi innri ró, þessi fullvissa að hlutirnir séu í lagi, þetta æðruleysi, þessi staða sem við erum á, þar sem við mætum nýjum degi á þann hátt í þessari fullvissu að við vitum að Guð við stjórnina. Amen. Við þökkum fyrir samveruna í dag, og ég ætla að minna á það að hérna niðri boðið upp á súpu, og það hún Viktoría sem var að taka skírn hérna áðan. Hún hefur lagað súpu fyrir þá sem að hingað komið í dag, og við bjóðum ykkur að koma niður og njóta þess samfélags, en Drottinn blessi ykkur og veri með ykkur, og við sjáumst á nýju ári í Jesú nafni. Amen. Já, nú þessari síðustu samkomu að ljúka hérna hjá okkur í Philadelphia árið 2014. Ótrúlegt en satt. Og það náttúrulega svo margt í því sem að þeir voru að tala áðan, bæði Aron og Helgi og eins Hafliði sem að bætti við núna, að það þessi ró. Og þessi ró sem að Guð einn getur gefið, og Jesús sem að langar svo virkilega að fá að kynnast bæði þér og mér og okkur öllum betur. Og það getum við gert með því að lesa í Biblíunni, í Guðspjöllunum Jesú, að fá að kynnast honum meir og meir. Og það ekki óneitanlegt að þá horfum maður svolítið kannski yfir árið, og sumir dvelja við það sem að olli óróa. Það ekki það sem Guð vill. Hann vill að við dveljum við góðu minningarnar og blessanirnar sem hann hefur gefið okkur á síðasta ári, og við getum talið blessanirnar og minnst þeirra og haldið þeim, og hort svo fram á við bara full eftirvæntingar fyrir nýju ári, nýjum sigurum sem að Jesús ætlar okkur með sér, því að hann heldur í hend okkar og hann heldur okkur og sleppur okkur ekki. Sama hvað, sama hvernig, að þá sleppur hann okkur ekki. Og ég bara fer, eins og ég segi, full væntingar inn í nýja árið með þetta að leiðarljósi. Látum okkur byrja aðeins saman áður en við klárum. Heilagi Faðir, Drottinn minn, ég þakka þér fyrir þetta ár. Þakka þér fyrir, Drottinn minn, alla litlu sigrana sem að þú hefur gefið okkur, Drottinn minn. Allar gjafirnar, heilagi Faðir, sem að við kannski gleymum oft í hita og þungunum, og eins og Aron segir, þegar við erum að berjast eftir vindinum, að berjast við vindin, Drottinn minn. Heilagi Faðir, og ég þakka þér, Drottinn minn, að þú heldur okkur í hendi þér, og ég þakka þér, Drottinn minn, að þú leiðir okkur áfram. Og ég þakka þér, Drottinn minn, að þú munt leið okkur áfram. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Og takk fyrir í dag, og Guð blessi ykkur. Verið sæl.